Reykjavík síðdegis í jólaösunni í Smáralindinni að þessu sinni og við erum hér að fylgjast með fólki á hlaupum og í einn kaupum. Einhvern veginn stóði ég þeirri menningu Bragi að það var í lengsti dagur ársins í dag. Já, maður heldur það. Já, en svo er víst ekki. Nú? Því að lengsti dagur ársins eða vetrarsolstöður verða á morgun í fyrramálið. En að öðru yfir í matarveisluna miklu sem að fer að hefjast núna innan skams. Jólin að ganga í garð og það má segja að veislan byrji með skötuveislu á Þorláksmessu. Samkvæmt könnunum að þá ætla 40% að fá sér skötu. En hvað ber að varast í þessari miklu matarveislu? Hvað er rétt að gera og hjá hver er best að sneiða? Við erum komin í samband við ráðgjaf okkar og sérfræðing í þessu, næringarfræðingin Steinar B. Aðalbjörnsson hjá Matís. Sæll Steinar. Sælir. Þú tekur undir það. Þetta er þetta ekki einn stærsta matarveisla ársins sem að nú er að byrja? Jú, ég held það og ég ætla að bæta betur. Ég held hún hafi byrjað bara fyrir svona cirka mánuði síðan þegar að jólahlaðborðin fór að byrja. Ég held að þetta sé svona restin sem er að renna í gegn núna, þó hún sé kannski svona stæst hvað þetta varðar. Já. En jú, við erum klárlega að fara að renna inn í rosa skemmtilegt og flott tímabil, en við eins og alltaf, þá er góð vísa aldrei og oft kveðin og við verðum náttúrulega, þó við séum að svona, já, tökum hraustlega til matar okkar núna í framhaldinu, að þá er samt sem áður gott að hafa þessi heilræði í farteskinu að borða ekki of mikið og sérstaklega ekki alltaf of mikið. Þetta er náttúrulega einstakar sinnum ágætt að taka vel til matarins en við verðum að hafa þessi góður á bakvegir að geta ekki alltaf, borða ekki alltaf of mikið. Nei, borða sér ekki til óbóta. Nei, og veistu, það er nefnilega hægt að borða sér til óbóta, það er nú bara þannig og dæmin sína að það er ansi mikið að gera hjá læknastéttin okkar strax eftir mat á aðfangadag. Já, ef við byrjum á Þorláksmessu, það er skatan. Já. Er skatan, sumir segja að hún sé allra meina bót, hreinsi vel út og hvað segir næringarfræðingurinn? Ég veit ekki það. Ég finnst hún ekki góð. Það er hræðileg lykt af henni, en það er nú bara ég. Já. Sko, skatan er náttúrulega bara frábær hefð og að gera að halda þessar góðu hefðir. Sko, varðandi skötuna þá er hún bara besta mál og það er nú þannig að þó hún sé kæst og menn segja, jú, ef hún er of mikið kæst þá getur það valdið einhverjum ákveðnum óþægindum í munni og svo framvegis. Hún er náttúrulega mjög basísk og þannig að það er alveg til í dæminu en menn verða þá að vera að borða hana mjög kæsta og talsvert mikið af henni til þess að hafa einhvern svona neikvæð áhrif en þetta er allt svona, þegar ég tala um neikvæð áhrif þá er þetta bara einhver svona óþægind í munni eitthvað slíkt en ef að menn halda sig bara innan réttra marka og borða ekki á mikið og hún er ekki of kæst þá er hún alltaf bara eins og þú orðaða allra meina bót. Já. Og einu svona ári þannig að það ættu nú ekki að saka. Nei, heldur betur ekki. Við verðum líka svolítið að líta á þetta tímabil. Auðvitað náttúrulega, þetta tímabil er langt. Það er miklu lengra heldur en bara núna hérðan fram yfir áramót. Menn er að fara í jólahlaðborð alveg frá byrjun desember og jafnvel fyrr. Og ef við erum að borða á okkur gat í hverju einustu máltíð í heila mánuð, þá náttúrulega sjálfsögðu sjáum við það á beltinu, hversu þröngt beltið er. Já, en svo er komið að stóra hátíðinni, það er ýmislegt að borðum þar. Hvað ber að varast þar? Er það salti maturinn sem menn er að horfa mest í? Já, sko, það er náttúrulega salti sem er, ég segi kannski ekki vandamál, en við verðum að passa okkur, þá sérstaklega þeir sem eru viðkvæmir, þeir sem eru kannski komin nú þegar með háþrýsting, að þeir eiga sjálfsögðu að gæta sín í neyslu á saltmiklu mat. Og með þetta, og ég er farin að hljóma svo bilið plata, en ég segja aftur, að þegar að menn eru með svona matvæli á boðstólum sem að eru kannski mikil fita og mikil salt og mikil sykur, þá er bara langt best að fá sér þetta í hófi og éta ekki á sig og borða ekki á sig gat. Það er aðalatriðið. Og svo kannski einmitt það sem ég vitnaði í áðan að það er alveg
það má alveg sjá það greinilega að fólk borðar yfir sig á þessum degi, á þessu kvöldi. Ég meina, slysadeild og læknandi læknavaktir, þeir sjá þetta og aðalatriðið náttúrulega bara eins og þú orðar áðan að borða sig ekki til óbóta og fara ekki út í neinn læti þegar maður búinn að borða, heldur þá bara kannski örlítið að liggja á meltunni, ekkert að fara gera neitt sem krefst mikils líkamlegs úthals, hvað sem það nú ætti að vera þessum degi, ég veit það ekki. Nei, gott að leggja sig eftir matinn? Nei, ég meina það allt í lagi að fá sér hreyfa sig aðeins, en þetta á bara ekki að vera einhver læti, sko. Það bara getur það getur skapað ákveðna hættu fyrir hjarta- og æðakerfi. Já, Steinar, samkvæmt rannsókn sem að sagti frá og könnun inni á fréttavef BBC, að þar segir að samkvæmt könnun sem að 2000 manns tóku þátt í, að þá segja 42% fólks á aldrinum 18 til 24 ára það vera mjög erfið ákvörðun að segja einhverju nákomnum að hann sé í yfirvíkt og reynda þykir fólki sem að eftir því sem að ofardrýgur í aldri þá virðist þetta vera auðveldar en fólk hætt við að særa sína nánustu. En heilsusérfræðingar út í heimi þeir benda á að þetta sé hinn fullkomni tími núna jólin til að benda sínum nánust á að þeir megi nú aðeins losa sig við nokkuð kíló. Já. Tekur undir þetta? Já, ég held að sé, auðvitað er þetta náttúrulega viðkvæmt mál, en ég held að sé bara aldrei rangur tími til þess að benda þínum nánustu með vinalegum og almennum hætti að hugsanlega sé að stefni í óefni. Það skiptir máli algjörlega hvernig þetta er sagt. En ég held að ef að jólin eru talin að þetta tímabil núna sé talið betra þá erum að gera það, en ég held að sé aldrei slæmur tími til þess að sýna ást og umhyggju og segja fólki á góðan hátt að eftir vill sé að stefni í óefni. Já. Steinar B. Aðalbjörnsson, næringafræðingur hjá Matís, kæra þakki fyrir þetta og gleðilega hátíð. Takk sömuleiðis.